Í tilefni 70 ára afmælis mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna var haldin ráðstefna í Háskólanum á Akureyri. Mannréttindayfirlýsingin samin og samþykkt í kjölfar mikilla hörmunga, heimsstyrjaldar, helfarar og viljinn var skýr að koma í veg fyrir með öllum tiltækum ráðum að svona viðburðir ættu sér ekki aftur stað. Auðvitað vitum við að undanfarin 70 ár hefum við ekki búið í hinum fullkomna heimi og hugur fylgdi ekki máli hjá mörgum þeirra sem skrifuðu undir mannréttindayfirlýsinguna og orðin voru víða tóm. En samt sem áður getum við litið öxl og sagt að ástandið í það minnsta ekki verra og smám saman hafa mannréttindi aukist og hér heima getum við til dæmis vel við unað og vissulega má gera betur á mörgum sviðum en þessi grunnur sem var lagður með mannréttindayfirlýsingunni hann óhaggaður og óhagganlegur og þann grunn má helst finna í 1. grein mannréttindayfirlýsingarinnar sem ég man í einni þýðingu sem svo: hver maður borinn frjáls, jafn öðrum að virðingu og réttindum. Menn eru gæddir vitsmunum og samvisku og ber að breyta bróðurlega hverjum við annan. Þetta haggast ekki og á ekki að haggast og á þessum grunni þurfum við bara að byggja áfram. Mikilvægið alveg augljóst vegna þess að það sem gerist að fólk verður að hugsa. Fólk verður að hugsa sitt eigið umhverfi, sitt eigið starf, hvernig við getum hagað okkar aðgerðum til þess að ná fram auknum mannréttindum. Aðgengi að námi Háskólanám á Íslandi jókst þegar Háskólinn á Akureyri tók til starfa. Sérstaklega þar sem við fókuðum á að veita náminu til fólks þar sem það býr í sínu fjarnámi. Með þeim hætti voru fleiri aðilar sem fengu aðgengi að háskólanámi og það einn af grunn mannréttindunum í mannréttindayfirlýsingunni að fólk hafi aðgengi að námi. Nú eru mannréttindi hér á Íslandi ekki á sama stað og í öðrum löndum. Eitthvað sem við Íslendingar getum kennt öðrum þegar kemur að mannréttindum? Já, við skulum fyrst og fremst huga því að láta efndir fylgja orðum og leyfa þá öðrum að fylgja okkar góða fordæmi. Hugsum það sem við getum gert betur áður en við förum að segja öðrum fyrir verkum eða hneykslast of á öðrum. En vissulega þurfum við að láta í okkur heyrast þegar mannréttindi eru brotin annars staðar og hvað getum við gert betur hér? Við höfum þessi grunn mannréttindi, einstaklingsfrelsi, velferðarkerfi sem að vísu má alltaf bæta og þá fer þetta að vera spurning. Aukin mannréttindi kosta, hver á að bera þann kostnað og í hvað á helst að beina kröftunum og þá komum við inn á svið stjórnmálanna. Jú, mannréttindi eru náttúrulega í raun og veru bara siðferðileg réttindi vegna þess að ríki heims hafa ákveðið að viðurkenna eitthvað sem kallast alþjóðleg mannréttindi og sem þá eitthvað sem áður en það samþykkt eða sett inn í samninga og alþjóðaskjöl að þá erum við þá sammála að þetta sé eitthvað sem að fólk hefur tilkall til vegna þess að það fólk, ekki vegna þess að sé þegar búið að viðurkenna það í réttaríkjum eða þannig að mann geti leitað til dómstóla, heldur vegna þess að mann vilja færa réttaríkin í þessa átt og velferðarkerfin og heilbrigðiskerfin og svo framvegis. Þannig að ástæðan fyrir þessari viðleitni að skrifa niður mannréttindi, sameinast þau, berjast fyrir þeim og svona, í grunninn siðferðileg ástæða vegna þess að við viljum gera það sem rétt og færa fólki það sem að fólki ber vegna þess að við að bera virðingu fyrir mannfólki og af því að það eitthvað sérstakt við mannfólki, teljum við allavega. Hvað það kannski mismunandi leiðir til þess að lýsa því, en eitthvað sem tengist mannlegu lífi og lykilhugtakið í mannréttindaplöggum Sameinuðu þjóðanna í þessu samhengi hugtakið reisn manneskjunnar eða göfgi, eða dignity enska orðið og það svona setur puttan á eitthvað sem við metum mjög mikils og þýðir meðal annars að þá aldrei að nota fólk sem tæki til þess að ná einhverjum markmiðum, heldur á að bera virðingu fyrir fólki sem markmiðum í sjálfu sér.
Og þegar maður lesi yfir mannréttinda yfirlýsinguna, maður getur verið sammála flestu sem stendur þar en það er kannski erfitt að uppfylla allt saman. Að einhverju leyti snýst þetta líka peninga, krónur og tölur. Mannréttindayfirlýsingin, þetta tæmandi listi og að hvaða leyti lendir þetta saman við pólitík? Já, góð spurning. Sko, mannréttindayfirlýsingin er ekki tæmandi listi. Ég myndi segja að hún sé tilraun til þess að fanga allavega eitthvað af því sem að menn er að viðurkenna sem almenn mannréttindi. Svo hafa bæst við að tala kynslóðir mannréttinda, fyrsta, önnur og þriðja kynslóð. Þannig að til viðbóta við svona borgaraleg og pólitísk réttindi þá hafa bæst efnahagsleg og félagsleg réttindi til dæmis og svo réttindi hópa. Og eftir því sem að kannski það fjölgar í þessum hópi atriða sem talin eru til mannréttinda, þá verður kannski áleitnar og oftar sem þarf einmitt að velja á milli og forgangsrað innan mannréttindana. Meðan að í upphafi þá var auðveldara að líta svo á að mannréttindi bara trompa allt annað. Þau hafa forgangi yfir öll aðra hagsmuni eins og til dæmis á að leggja veg eða á að sleppa því að pynta einhvern. En þegar að mannréttindin kosta samfélögin heilmikið, mikla breytingar kannski og skattheimtu til dæmis, að þá fer þetta að vera spurning forgangsröðun og þá er komið inn í pólitíska umræðu. Það mannréttindi að geta eignast barn í sinni heimabyggð? Ja, það kannski ekki allir sammála hvert svarið við þeirri spurningu, en við vitum það samt að það eitt af því sem að ungt fólk í raun og veru skoðar þegar það ákveður hvar það vil búa á landinu. Það það hvers konar heilbrigðisþjónusta á þeim stað sem það vil búa. Og miðað við það að lögum réttindi sjúklinga sem að konur í raun og veru í barnsfæðingu flokkast undir þó það séu sjaldnast sjúklingar, að þar tekið fram að það séu í raun og veru mannréttindi að fá heilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð og líka að það séu réttindi að fá samfellda þjónustu. Þannig að kannski myndi ég freistast til þess að segja já, að það séu mannréttindi. Og snýst ekki það að mannréttindi á landsbyggðinni og mannréttindi í höfuðborg, þau eiga að vera þau sömu? Jú, þau eiga að vera þau sömu og svona ef við horfum á í raun og veru þróun undanfarinna ára, hvað varðar fækkun fæðingarstaða á landinu, þá hefur fæðingarstöðum fækkað mjög mikið og það getur komið í raun og veru sér illa fyrir fólk þegar að fæðingarstöðum fækkar og það ákveðnar hættur sem að í raun og veru því samfylgjandi, sem að þarf að skoða. Getum við talað mannréttindi séu einhverjum öðrum stað út á landsbyggðunum heldur en annar staðar í höfuðborg? Alls ekki, og ég held að það sem nákvæmlega það sem kom fram hér í dag að mannréttindi eru allstaðar og eiga að vera þau sömu fyrir alla sama hver þau eru, hvar þau eru, hvaða kyni, hvaða trúarbrögðum og svo framvegis. Þannig að nei, þetta hefur ekkert með það að gera. Hér er einfaldlega háskólasamfélag sem hefur áhuga á því að kafa dýpra og ofan í skilningin á mannréttindum því að eins og við vitum að þá höfum við haft þessi mannréttindi yfirlýsingu í 70 ár sem stuttur tími í mannkynssögunni og það hefur margt gerst á þessum tími í heiminum og eins og einn fyrirlesarinn komst á orði, heimurinn batnandi fer þegar við skoðum aðeins lengra tímabil. En á sama tíma vitum við að við höfum ekki náð að innleiða mannréttindi að fullu, hvorki í heiminum í heild sinni, né heldur á Íslandi í hverju einasta atriði. Það eru enn jaðarsettir hópar, það eru ennþá málefni sem við höfum ekki klárað að fullu. Þannig að það er algjörlega nauðsynlegt að við köfum dýpra í málefni og veltum því fyrir okkur hvað við gerum næst, hvernig við getum bætt og aukið mannréttindi hér á landi sem og í heiminum öllum. Ég hvet alla til þess að fylgjast með umræðum mannréttindi og þessi ráðstefna var að mínu viti mjög góður vettvangur til þess að ræða mannréttindi frá ýmsum hliðum og ég naut þess í það minnsta mjög að fá að vera hérna á þessum góða degi og hlusta, vissulega flytja örfá orð eins og nú í mínum verkahring en fyrst og fremst kom ég hingað til þess að hlusta, fræða og læra. Það auðvitað alltaf tími fyrir umræðu mannréttindi og þess að ég var með í rauninni, ég var aðeins að einblína á þess að við tölum skólan aðgreiningar, menntun fyrir alla og í rauninni þær stoðir sem mannréttindastóðurnar í þeirri hugmyndafræði. Og það tengist kannski svolítið mörgum þáttum en til dæmis eins og þáttaka og að hlutdeild og í rauninni allir hafi sama rétt og jafnan rétt til menntunar og jafngild tækifæri. Og líka það kannski hvernig við höfum svolítið þróast frá því að hugsa menntun fyrir suma og í það að hugsa menntun fyrir alla.
þegar við tölum mannréttindi þá erum við að tala alla, ekki bara suma, og þar koma jaðarhópar inn. Í mínu rannsóknu hef ég skoðað sem sagt þá sem voru geðveikir áður fyrr og voru með geðraskanir og slíkir hópar hafa verið jaðarsettir í gegnum tíðina og oft búið við illan kost og mér fannst gott að minna á þann hóp manna og fólks við þessar aðstæður því að aðstæður þeirra voru oft verstar í landinu en jafnframt voru alltaf til aðilar, bæði embættismenn og læknar og fleiri sem vildu gera betur og bæta hag þeirra og þeir einstaklingar með ekki gleymast. Eins og alltaf þá drifkraftur háskóla það starfsfólk sem í honum starfar og í þessu tilfelli það bara eins og gengur að gerist þegar ráðstefnur eru haldnar að starfsfólki hefur áhuga á málefninu og Dr. Sigríður Halldórsdóttir var potturinn að pannan í því að skipuleggja þetta á svo mörgum góðum einstaklingum. Þannig að það er þörf okkar sem háskóla samfélags að takast á við málefni líðandi stundar. Já, það alveg ljóst að mikið hefur breyst á þessum 70 árum, en hvernig skyldi framhaldið líta út? Hver okkar næstu skref þegar kemur að mannréttindum? Lítum til dæmis á samfélagsmiðla, þessa nýju vídd í okkar samfélagi sem voru ekki til fyrir 1-2 áratugum eða svo. Hver eru réttindi fólks á samfélagsmiðlum? Við vitum netníð, myndbirtingar og annað þar fram eftir göttunum og svo virðist sem fólk veigri sér ekki við að nota allskyns blótsyrði og ausa bölbænum yfir náungan á netinu með lyklaborðinu en myndi eflaust ekki koma alveg eins fram ef það mætti manneskjunni á götu úti. Og kannski þurfum við að gæta að því að vissulega njótum við tjáningar frelsis en frelsi fylgir líka ábyrgð. Við höfum réttindi en líka skyldur. Og ég hygg að nú þegar við horfum fram á veg eins og þú ert að beða mig að gera núna, að þá sé þetta kannski einn vettvangur sem við eigum að horfa til. Hvernig komum við fram við hvert annað á samfélagsmiðlum, hver eru réttindi fólks þar og hverjar eru skyldurnar?